Þá það sérfræðingurinn okkar og hinn skilegi fréttamaður Jóhann Alfreð. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig sömuleiðis. Það föstudagur. Já, það fössari og Guði sé lof með það og það líka komið haust. Og við veitum hvað það þýðir að Capacent það byrjaði að hringja núna í allar fjölskyldur landsins og rannsaka neyslumynstur okkar. Og við hjá Hraðfréttum við ákveðum að henda í okkar eigin pakka, tölfræði pakka og ég kýs að kalla hann hvað er Íslendingurinn að taka? Tala fíkniefni þá? Nei, ég ekki að tala fíkniefni. Ég til dæmis að tala samlokur, Benedikt. Til dæmis samlokur. Og við skulum ímynda okkur sársvangan einstakling, hann heitir til dæmis kannski Benedikt, hann kemur á bensínstöð og stóra spurningin hvað setjum við peninginn á að hann sé að fara í? Hann nefnilega samkvæmt Sóma sem stærsti samlokurframleiðandinn að fara í roastbeef. Hann að fara í roastbeef. Það roastbeefið sem vinsælasta samlokan á Íslandi í dag. Rækjan skammt undan, ég hérna með smá súlurit sem að sýnir þetta. Hérna roastbeefið, við sjáum að rækjan ásótti langt í land. En í þriðja sæti þar erum við ekki með túnfiskinn og við erum ekki með kjúkling og egg, við erum með hálmkjöt og salat. Við erum með löggulóguna og hver veit að maður byggir lögga hafi verið að úða þessu í sig á vaktinni en það annar mál. Hvað ætlar hann Benedikt að skóla þessu niður með? Jú, það alltaf vinsælt að veðja á kókið. Kókið auðvitað vinsælsti gosdrykkur landans. Kannski hann í sykurlausu, þetta sykurlausu Benedikt. Þá það væntanlega Pepsi Max, vegna þess að Pepsi Max mjög vinsælt í sykurlausu. Svo eru margir komnir út í sódavatnið og þá sódavatn með bragðefnum og það eiginlega sama hvort þú spyrir Ölgerina eða Vígulfell. Það alltaf sítrónan. Það sítrónan sem gríðarlega vinsæl í bragðefnum. En okkar maður hann brunar út í bíl og það sennilega Toyota sem vinsælasti bílaframleiðandi landsins og hann keyrir af stað en bíddu. Nei, hann hugsar með sig það spólukvöld. Ég ætla að snúa við og ég ætla að ná mér í einn góðan poka af nasli. Og hvaða nasl hann að fara í Benedikt? Jú, hann að fara í bugður með beikoni. Það eru bugður með beikoni sem eru langvinsælastar í naslinu og hann brunar með naslpokan sinn heimáleið og hann að hugsa með sig hvaða mynd á ég að taka. Það náttúrulega gríslingarnir sem að ráða för vegna þess að vinsælasta myndin á leigunum hjá okkur í ár Frozen. Það Frozen sem hefur verið langvinsælust og örugglega að fara á skjáinn hjá einhverjum í kvöld og það eru væntanlega gríslingarnir sem að ráða því en þau heita væntanlega Aron og Emilia en það eru vinsælustu eiginnöfn ungra krakka undanfarin 2 ár. Nú ef við förum hérna aðeins í tónlistina, vinsældalisti tónlist.is og... Jóhann, ásakið, þarf að fá að stoppa þig? Þetta kom fínt? Já, ég sem átti nóg eftir! Já, það er alveg það.